Við gleymdum í sumar ýmsa vaxtarverki og vandamál
En þegar við horfum að farþegaaukninguna, þá var farþegaaukningin, hún var nær svo sama og allir farþegar sem fóru á flugvöllinn árið 2009. Þá er ljóst að þetta hefur gengið ljómandi vel. Þeir sem starfa á Keflavíkurflugvelli hafa staðið sig frábærlega og hafa náræðna leiðarljósi tekist á við þær áskoranir sem uppkoma á árinu. Hér er ég ekki bara að tala um starfsmenn Isavia, heldur og annarra fyrirtækja og stofnana sem starfa á flugvöllum. Það er mikilvægt að allir þekkingir virki til að hlutinni gangi upp og tryggt sé að flugvöllunum sé hluti af góðu ferðalagi. Þessi hópur er grunnur þess að Keflavíkurflugvöllur var í ár valinn sem besti flugvöllur í sínum flokki í Evrópu af alþjóðasamtökum flugvalla ACI. Farþegafjölgunin er eins og ég sagði áðan fordæmalaus og eru því margar áskoranir sem þarf að takast á við. Við sáum árið 2014 að nauðsynlegt væri að horfa til uppbyggingar Keflavíkurflugvallar til framtíðar og var ný þróunaráætlun fyrir flugvöllinn kynnt árið 2015. Þar var farið yfir það sem gera þarf til að byggja flugvöllinn upp til að mæta auknum farþegafjölda. Í tengslum við þetta voru unnin drög að viðskiptaáætlun og þar kom í ljós að með öllum möguleikunum þá voru einnig ákveðnar áhættuþættir við uppbygginguna sem nauðsynlegt var að skoða betur. Við fengum hér ágjafafyrirtækið Atom til að gera hægðan úttekt á uppbyggingunni til að meta bæði framtíðarhorfurnar og þær áskoranir og fyrirtækifæri sem þar finnast. Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri í Isavia, fer núna yfir stöðuna á Keflavíkurflugvelli og hverju þarf að huga að og svo mun Huginn Freyr Þorsteinsson frá Atom fara yfir niðurstöður skýrslunnar. Þau munu svo svara fyrirspurnum í lok fundar. Takk fyrir því. Góðan daginn. Elín Árnadóttir heiti ég og ég er framkvæmdastjóri þróunar stjórnunar innan Isavia en jafnframt er ég aðstoðarforstjóri. En það sem er helst á mínu borði undanfarin 2 ár, eða 3 ár, er að skoða framtíðina. Hvaða tækifæri við höfum og hvernig við getum nýtt þau. Erindi mitt í dag fjallar áhrif uppbyggingu Keflavíkurflugvallar. Horft til framtíðar, því það er ljóst í okkar huga að það er gríðarleg tækifæri sem við getum nýtt út frá legu landsins okkar og þeim krafti sem við búum við hér sem þjóð. Keflavíkurflugvallar er stóra gáttur inn í landið og er einn mikilvægasti einstaki innviður ferðaþjónustunnar. En það er ekki bara ferðaþjónustan sem nýtur góðs af uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Tengingin við umheiminn er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur sem samfélag og til að auka hagsæld okkar sem þjóð. Það er því mjög mikilvægt að vanda verði til verka við þau stækkunaráform á Keflavíkurflugvelli með það að leiðarljósi að styrkja þá grunnstoð sem flugrekstur á Íslandi er. Það liggja líka arðsemistækifæri þeirri uppbyggingu sem framöndan er á Keflavíkurflugvelli. En við viljum líka að þessi uppbygging sé gerð í sátt við samfélagið okkar. Flugvellir er ekki lengur bara staðir þar sem að fólk kemur og fer. Þetta er vaxtarsvæði fyrirtækja sem njóta góðs af nálægri flugvelli. Skýr stefna í þessa átt getur skilið auknum vöru- og þjónustuviðskiptum, laðað til sín landsins í auknum mæli erlendar fjárfestingar, fjölgað verðmætum störfum og aukið hagsæld íbúa landsins alls. Keflavíkurflugvöllur er samgöngumiðstöð á milli Evrópu og Norður-Ameríku og er stuttur í fjarlægð frá höfuðborg Íslands og hefur möguleika á að tengja staðsynning. Aukin umsvif við flugvöllinn kalla á uppbyggingu stoðþjónustu en að sama skapi lítur uppbygging Keflavíkurflugvallar undir að svæðið verði segull til hvers konar starfsemi. Flugvellir skapa verðmæti fyrir samfélagið og hagkerfið bæði á Íslandi og annars staðar í heiminum. Beinar flugtengingar er gríðarlega mikilvægir bæði út frá efnahagslegum þáttum sem og mannlegum þáttum. Hvers konar tengingar leiða af sér sjálfbæran vöxt, því fleiri beintengingar í flugi frá Íslandi til helstu borga í heiminum, því auðveldara verður fyrir íslensk fyrirtæki að stunda viðskipti á erlendu grundu og afla sér alþjóðlega þekkingu. Tengingar auka hagsæld, þær auka áhuga erlendra fyrirtækja á því að hefja starfsemi á Íslandi. En hver er staðan í flugrekstri í dag? Eða hvað eru margir flugfarþegar í heiminum? Þá
Árið 2015 ferðuðust 1.184 milljónir manna í heiminum. Það er alltaf að aukast. Við sjáum hverju ári nýja flugvellir byggðar og nýja markaði opnast. Alþjóðlegur túrismi stendur um 7% af þjónustu og vöruflutningi og má í raun tengja 11% starf í heiminum við ferðaþjónustu. Gert er ráð fyrir 3,3% vexti í langtímaáætlun og þýðir það þá að 1.800 milljónir manna muni ferðast heim. Við verðum með 6,7 milljónir farþega á þessu ári. Nýjar flugtengingar opna á ný tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélagið allt til aukinnar verðmætasköpunar. Icelandair og WOW voru með 1,7% markaðshlutdeild á Norður-Atlantshafi 2015. Bæði félögin hafa mjög metnað markmið framtíðarvöxt. 61 milljónir farþega flugu á milli Norður-Ameríku og Evrópu árið 2015. 570 milljónir ferðuðust til Evrópu eða innan Evrópu. 70 milljónir til eða innan Norðurlanda. Þetta segir okkur að tækifærið er til staðar sem WOW og Icelandair að stefna að og þá erum við ekkert farin að setja Asíu inn í þessu tölur. Það er því mikilvægt að við búum til umhverfi þar sem að þau geti nýtt þessi tækifæri. Í vegvísi ferðaþjónustunnar er sett fram að takist vel til með þróun og framgang íslenskrar ferðaþjónustu geti erlendar gjaldeyristekjur sem hún skapar verið 1.000 milljarðar íslenskra króna 2030. Gefið er að hver ferðamaður sem kemur til Íslands sé að skila sambærilegum gjaldeyristekjum árið 2015. Þýðir það að fjöldi ferðamanna á Íslandi 2030 geti verið rétt undir 4 milljónir. Erum við tilbúin til að takast á við það verkefni? Keflavíkurflugvöllur er í dag 5. stærsti flugvöllur á Norðurlöndum, með flestar flugtengingar um Norður-Ameríku af þeim flugvöllum. Það eru 37 borgir og 10 borgir í Kanada sem eru vikulega áætlun í Evrópu. Það eru 66 borgir í Evrópu sem eru með að minnsta kosti vikulegar áætlanir til Norður-Ameríku. Keflavíkurflugvöllur er í dag með 19 áfangastaði til Norður-Ameríku og 56 til Evrópu vikulega. Það að vera flugvöll sem hendar yfir 5 milljónir farþega þýðir breytt umhverfi og meðal annars aukinn mannafla og það breytir mjög miklu í rekstrarumhverfi okkar dagsdaglega. Við nú nýlega tókum á móti 5 milljónir sem farþega nú á Keflavíkurflugvelli og það er líklegt að í miðjan desember tökum við á móti 6 milljónir sem farþega. Samkvæmt niðurstöðum ACI Europe í Economic Impact of European Airports skýrslu sem birtað í janúar 2015 kemur fram að 10% aukning í flugtengingum til og frá landinu þýðir 0,5% aukning í þjóðarþjónustu. En eins og við talaðum áðan þá eru beinu flugtengingar gríðarlega mikilvægt fyrir okkar þjóð. Í raun má ekki segja að meðan íbúafjölda hér þá ættum við kannski hugsanlega að hafa beint flug einu sinni til Kaupmannahafnar á London en sem betur er það nú ekki raunin. Heldur höfum við sögulega verið mjög vel tengt. Það er auðvitað þakkað í viðskiptamódel sem Icelandair hefur byggt upp og nú hefur WOW komið inn á þennan markað líka. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir Keflavíkurflugvöll. Það er ekki bara efnahagslegur ávinningum á þessum tengingum. Mannlegi þátturinn snýst nú veita fólki frá mismunandi löndum tækifæri til að hittast og tengjast. Þannig stuðla tengingar að velferð einstaklinga og samfélag í öllum heimsálfum. Lega landsins á milli heimsálfa býður þannig upp á möguleika á að þróa flugvöllinn sem samgöngumiðstöð milli heimsálfa og þar eigum við mikið inni. Eins og fram hefur komið má vera ljóst að tækifærin eru sannarlega til staðar. En hvernig viljum við nýta þau til að vaxtar fyrir samfélag okkar? Þeirri spurningu þarf að svara. Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar var kynnt í lok árs 2015, en til að skýra þróunaráætlunar betur þá er hún ekki sett þannig fram að svona ætlum við að byggja. Heldur frekar að svona getur hún litið út ef allar þær forsendur sem settar fram yrðu að veruleika. Nú er svo komið að eina mikilvægustu forsendum áætlunar hefur í raun varataldist, en það er farþegaspáran. En niðurstaðan er sú, eins og því þekkir, að við erum komið langt fram fyrir áætlunum og erum undanfarið 2 ár búin að bregðast við þeim með breytingum af flugvöllum. Bæta afköst flugvallarkerfisins, bæta aðstoð á flughlöðum,
stækka flugstöðina en hún er 10.000 fermetrum stærri í sumar en hún var fyrir. En það sem þarf að hafa í huga við uppbyggingu er að uppbygging þarf að auka arðsemi Keflavíkurflugvallar. Uppbygging þarf að vera sjálfbær og í takt við stefnumótun stjórnvalda. Uppbygging þarf að fylgja aðgerðaáætlun hvernig taka á móti þeim farþegum sem koma til landsins. Uppbyggingu þarf að fylgja aðgerðaáætlun hvernig við þjónustum þá farþega sem nota Keflavíkurflugvöll sem skiptistöð. Samfélagið ferðaþjónustan þarf að svara ýmsum afleiddum spurningum til að tryggja áframhaldandi velgengni greinarinnar. Því það er lítið mál að vaxa en að ná því arðsemi til lengri tíma er alltaf meira mál. Hvar liggja langtíma formúlur greinarinnar? Aðgengi að vinnuafli, samgönguinnviðir, gæði og fjölbreytileiki afþreyingar, álag á náttúruna eða samfélagsleg áhrif. Efnahagur Ísrael hefur styrkt umtalsvert á allra síðustu árum samhliða auknum umsvifum sem er nauðsynleg forsenda þess að félagið geti staðið undir aukinni skuldsetningu með þeirri nauðsynlegu uppbyggingu sem framundan er. Félagið er nú í betur í stað búið að takast á þessu aukningu. Einnig hefur verið sett í stefnu Keflavíkurflugvallar að leggja áherslu á svokallað skiptistöð, kerfi þar sem tengingar og lega landsins vegur mjög þungt. En langtímaspá okkar en eins og áður segir þá er þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar sveigjanleg. Það er bara í gangi. En eins og áður segir þá er þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar sveigjanleg áætlun sem við erum að endurskoða núna í samráði við notendur. Ekki það að við séum að breyta því hvernig við sjáum framtíðina, heldur frekar að sjá hvernig við komumst á þann stað að sú þjónusta við þá farþega sem kom gegnum flugvöllinn sé sem best og að okkar rekstraraðilar hafi það umhverfi sem þeir þurfa til að stunda sér rekstur á flugvöllunum og halda því þjónustustigi sem við erum þekkt fyrir. Við erum að byggja tengiflugvöll, samgöngumiðstöð, sem býr til fullt af nýjum tækifærum. Þá er ég ekki að tala um tækifæri fyrir flugfélög, þetta er líka, ekki bara fyrir flugfélög, þetta er líka tækifæri fyrir alla þjónustu og þær tengingar sem flugvöllurinn býður upp á. Við erum, já, hér sjáum við, þrátt fyrir ýmis áföll hafa dunið yfir, þá erum við fljót að ná þessu stig. Heilt yfir hefur verið stöðug fjölgun sem hefur ekki stökk síðustu ár. Við erum stór flugfélög, en það er mikilvægt að átta sig á því hvað það er sem hefur áhrif á fólk og löngun þeirra til að ferðast. Hér má sjá hvers vegna fækkun var á ákveðnu tímabili og hversu mikið hún var sem er líka mikilvægt fyrir okkur þegar við gerum áætlanir. Við getum alveg búist við einhverjum áföllum þessu ári, hvort sem það er út af gengisþróun, vaxtastigi, eldgos eða eitthvað annað. En langtímaspá okkar er í rauninni út frá tveimur mörkuðum. Annars vegar er það til og frá landinu, þar sem við erum að meta ferðalög Íslendinga, viðskiptaferðir til og frá landinu og svo erlenda ferðamenn sem hefur komið heimsókn okkur. Við vinnum þessa spá með notendum okkar, það er flugfélögunum, sem var að bjóða upp á sæti til og frá landinu. Ég vil gera fram að hér langtímaspá að ræða, en spáin fyrir 2017 og 2018 mun endilega koma út í nóvember. Flugrekstraraðilar eru þessa dagana að skila sínum plönum og við erum að vinna á því, en það má passlega gera ráð fyrir því að við verðum að nálgast 9 milljónir farþega á næsta ári í heild, ef öll flugfélögum ganga. Auðvitað á þá eftir að sjá hvernig gengisþróun hér á landi eftir að hafa áhrif á komu ferðamanna hingað til landsins. En eins og við sjáum hér, þá erum við að gera ráð fyrir nokkuð stöðugum vexti í komu ferðamanna til og frá landinu og má gera ráð fyrir að þeir verði kringum 11 milljónir til og frá landinu 2040. Þannig að við erum að sjá til landsins kringum 5,5 milljónir. Spurning er þá hversu stórt hlutfall Íslendinga verður af því sem ferðast til og frá landinu. Þarna skiptir höfuðmáli hvernig okkur tiltekst að viðhalda okkar góða orðspori að flott sé að heimsækja landið okkar.
og við bindum mikla vonir við svo sviðsmyndagreining í íslenskri ferðaþjónustu sem kynnt var hér fyrir nokkru að aðgerðaráætlun fer í gang þannig að við náum að komast að þeirri sviðsmynd sem kennt var við næsta. Hinn markaðurinn okkar eins og við kalla hann yfir hafið. Það farþegar sem nota Keflavíkurflugvöll sem tengipunkt áfram. Þar teljum við vera mikla möguleika en árið 2015 voru 61 milljónir farþegar yfir hafið frá Norður-Ameríku til Evrópu. Við höfum verið að sjá 2% aukningu að meðaltali undanfarin 10 ár á þessu markaði. En síðastliðin 5 ár hefur þessi markaður vaxið 22% frá árinu 2011. En fyrir þann tíma var 3 ára tímabil sem var 15% fækkun. Við gerum ráð fyrir að í lok spátímabilsins verði skiptifarþegar í raun orðnir álíka margir og komu brottfararfarþegar og það eitthvað sem teljum sem mjög mikilvægur markaður fyrir okkur sem þjóð. Ekki bara til að viðhalda tengingum, heldur býr þessi markaður til bein störf á flugvellinum. Fjölgun skiptifarþega skapar fjölda tækifæri fyrir Keflavíkurflugvöll og samfélagið allt og þá sérstaklega nærsamfélag vallarins. Skiptifarþegar koma ekki inn í landið og fjöldi þeirra hefur ekki áhrif á það umræðu hvort hætta sig á því að ferðamönnum sem sækja landið fjöldi og vört. Svona lítur umferðarmiðstöð Keflavíkurflugvallar út innan dagsins nú í sumar. Mikil tækifæri felast í betri nýtingu flugvallarins á þessum tíma dags. Það sem lítur sem engin umferð í dag. Þá er spurning hvort þessi afgreiðslutímar verður nýtt til að auka á farþegaflæði til landsins eða nýtt sem tengiflug. Mikið hefur við umræðum að Keflavíkurflugvöll sé ekki nógu stór. En ef við skoðum þessa nýtingu og hugsa út frá því að við erum að tala að ferðamenn sé orðnir á margir, getum við kannski að Keflavíkur sé of stór fyrir landið okkar. Ef við tökum saman þá afgreiðslutíma sem til reiðu á Keflavíkurflugvelli yfir árið og þeir eru settir út árlega, þá er ekki ná að nýta hann ef að rétt rúmlega helmingin af þeim. Við setjum sviðsmyndir og alltaf þegar við erum inn í stofnun okkar erum við sviðsmyndir. En af því að við erum að ræða það, þá erum við að sýna ykkur hér þá sviðsmynd sem við höfum verið að vinna með núna. Ef við gerum ráð fyrir að það eru 20% minnkun á farþegum fyrir frá landinu strax á næsta ári eða 20% aukning, að það sjáum við að þó að svartsýna spáin sem við leggjum hér fram verði að veruleika, þá er gríðarlega aukning. En auðvitað verðum við að setja til samhengi við reynsluna. Þar sem við sáum stóru áhrifaþætti eins og eldgos og flugvél hafa áhrif á vilja fólk til að ferðast. Því teljum við að svartsýna spáin ekki óraunveruleg. Reyndar eru meiri líkur á að bjartsýna spáin verði enn meiri aukning heldur en að svartsýna spáin verði meiri minnkun. Þess vegna höfum við unnið með þessar sviðsmyndir í okkar útreikningi. En það er ekki valkostur að bregðast ekki við. Nauðsynlegar fjárfestingar til að auka afkastagreiðslur. Það er ekki bara að stækka flugstöðina. Það sem þarf að skoða er loftrýmið, flugumferðarstjórnin í kringum flugvelli, flugbrautakerfið, fjöldi flugvélastæða, tegund flugvéla sem notaðar á flugvelli skiptir gríðarlega miklu máli. En þegar kemur að afkastagreiðslu flugstöðarinnar, þá er ekki endilega bara stærðin sem þarf að huga á. Það er stærðin tengslu við innlend farþega, öryggisleit farþega, öryggisleit í farangri og flokkun farþega, farangurs, landamæraeftirlit inn út úr landinu, í non-Schengen eða Schengen, og svo komufærðin. Við sjáum að ég sagði þetta svo að þetta er staðið sem markað til að Keflavíkurflugvöll geti vaxið eins og farþegaspá félagsins slík út 2040. En hvaða áskoranir mun slík þróun hafa fyrir samfélagið og hver verður þörfin fyrir aukið mannafla tengt uppbygging. En hvað er flugvöllur? Við þurfum að hafa starfsfólk, ekki bara flugvöllurinn. Það er gríðarleg fyrirtæki sem vinna á flugvöllinum og við þurfum að geta farið til og frá flugvöllunum. Heilbrigðiskerfið þarf að geta tekið á móti þessu. Löggæslan þarf að geta haft eftirlit. Stjórnvöld og eftirlitsaðilar þurfa að geta haft eftirlit með gæðum og öryggi ferðamanna og farþega og starfsfólks. Innviðir þurfa að vera klárir. Það kemur líka inn álagsstýring, náttúruvernd og þess að það. Og þetta þarf allt að gerast í sátt við íbúa landsins. Flugvöllurinn er í dag líklega með stærri vinnustöðum landsins, en í sumar höfðu 6.355 manns beina aðkomu að starfsemi okkar. Við sjáum að flugfélög, flugmenn, flugfreyjur, flugvirkjar og annað eru með 42% af þeim störfum sem
til á flugvöllum. Þjónustu við flugfarþega eru 30%. Flugvöllum er aðeins með í kringum 12%, 12,3% af þeim starfsemi. Tollur, löggæsla og önnur lögbundin starfsemi er 2%, 10%. Nei, 2%. Og rútur, flutningar og bílar eru 3,5%. Þetta eru einungis bein störf sem verða til á flugvöllum. Það eru ekki að tala það sem verður til í ferðaþjónustu. Þetta ég meina er ekki láglaunastörf, mikið af þessu störfum. Því umræðan hefur svolítið það að ferðaþjónustan framleiðir á láglaunastörf. Hér sjáum við að flugreksturinn er ekki að gera það. Flugrekstur er tiltölulega stór atvinnugrein með teknum til veltu atvinnugjaldsteknar. Gjaldeyristekjur flugrekstrar árið 2014 var 170 milljarðar sem jafngildir 16% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Mikil eftirspurn er eftir að nota Keflavíkurflugvöll. Framundan eru ákvarðanir stórar og umfangsmiklar fjárfestingar á Keflavíkurflugvelli. Þær fjárfestingar munu hafa víðtæk áhrif í íslenskt samfélag, bæði á uppbyggingartíma sem og til framtíðar. Ísrael samkvæmt eigendastefnu að hámarka sem eiganda. Ræða þar hvort slíkt sjónarmið skuli eingöngu haft að leiðarljósi við ákvörðun framtíðar uppbyggingu Keflavíkurflugvallar eða hvort taka skuli til áhrifa uppbyggingar á íslenskt samfélag. Ljóst þykir að vöndun sé á heildstæðri stefnu sem tekur meðal annars á framtíðarsýn til íslenska ferðaþjónustu, íslenska flugrekstur og þeim innviðum sem byggja þar upp til að svo geti náð fram að ganga. En helstu áhættuþættir við ákvörðun uppbyggingu eru til að mynda áætlun flugfélaga vöxt til framtíðar. Þar undir er efnahagsástand á mörkuðum, olíuverð og samkeppni, efnahagsástand hér á landi, hver verður þensluáhrif framkvæmda á Keflavíkurflugvelli og þess háttar. Miðjan ágúst kom út frá viðskiptaráði ritið Leiðin að aukinni hagsæld, en þar voru helstu greiningar sem ráðgerðir með Kinsey Company gerðar árið 2012. Íslenska hagkerfið uppfærðar. Efnahagsleg framvinda síðustu ára vind og mat lagt á framvindu umbótatillagna sem lagðar voru fram í kjölfar útgáfu hennar. Útflutningur hefur hins vegar vaxið hægt og eru einsleitari en ferðaþjónusta stendur nú undir þriðjungi heildarútflutnings. Þetta er öfugt markmið Kinsey hraðan og fjölbreyttan útflutningsvöxt. Meginstefna áætlunar Kinsey er alþjóðleg samkeppni. Í stað þess að fyrirtæki beini sjónum sínum að fámennum innlendum markaði er heimurinn undir. Mörg af sterkustu hagkerfum heimsins byggja á efnahagsstefnu sinni á sambærilegum markmiðum, til dæmis Svíþjóð, Þýskaland og Singapúr. Alþjóðageirin er tækifæri. Skiptifarþegar skapa eingöngu 3% færri beinstörf en farþegar til og frá landinu. Hér hefur reislega farið í gegnum stöðunæta á Keflavíkurflugvelli og af hverju þurfum að huga til framtíðar. En nú er Dr. Hugi Þorsteinsson að fara betur yfir skýrsluna sem þið hafa á borðum ykkar og tala Ísland sem flugvöll. Já, góðan daginn. Það má sjá hvað margir mættir hér í dag. Kannski einn vísbending þess hvað mikið líf í ferðaþjónustunni og hvað mikið að gerast. Þið hafið skýrsluna fyrir framan ykkur og svo orðið hægt að nálgast hana á netinu. En ég ætla að fjalla nokkur atriði ef ég komið greina gott yfirlit margar þá þætti sem að snúa að Keflavíkurflugvelli, nefnir myndir Íslands sem flugþjóð, tækifæri og áskorun. Ég ætla svo sem ekkert að fara yfir öll tækifæri og áskorun hér í dag. Við viljum láta skýrsluna tala fyrir sig og að það verði samtal það, þá hluti sem að þarf að fara í kjölfar þess að þessi skýrsla kemur út. En ég ætla að setja fram aðeins svona fara og tæpa nokkrum atriðum sem að koma fyrir í skýrslunni. Alls ekki öllum, tímans vegna kemst ég ekki yfir það. En spurningin þarna Ísland sem flugþjóð, ég takk eftir þessu hugtaki flugþjóð. Við notum það vegna þess að við erum ekki bara að tala ferðaþjónustu. Við erum að tala að Ísland er orðið að flugþjóð.
Það er fullt af starfsemi á Keflavíkurflugvelli sem að snýst það að taka á móti farþegum sem að fara annað. Þeir koma bara ekki inn í landið, heldur eiga sér bara stutta viðkomu í Keflavík. Og sú breyting sem hefur orðið á hér á síðustu árum að það hefur orðið mikill vöxtur í þessari starfsemi. Þannig að þegar við erum að tala farþegatölur og að farþegar séu komið til landsins, þá allir þessi farþegar eins og þið þekkið að sjálfsög ekki koma inn í landið. Þetta eiga sér bara stutta viðkomu í Keflavík, en auðvitað þýðir það að Keflavíkurflugvöllur þarf að taka við meira af farþegum en bara þeim farþegum sem koma inn í landið. En byrjum bara á mynd kannski sem að margir þekkja, sem að bara þessi mynd hvernig ferðaþjónustan allt í einu orðin, hvernig hún trónir á toppnum þegar við horfum til gjaldeyristekna. Og þarna ekki að tala ferðaþjónustuna, ég ekki að tala þennan flugrekstur bara sem slíka. Og það hefði nú þótt tíðinni fyrir nokkrum árum að ferðaþjónustan væri komin á þennan stað. Alltaf til að maður var nú yngri, þá var maður alltaf svona tala ferðaþjónustuna þannig að það væri tækifæri þar, en svona ekki mikið meira gert með það. Það væri nú aðalega kannski á sumrin og svona nokkur stöfið að búa rúm og sinna þessu helsta þarna yfir háannatíman. En það orðið gríðarlega breyting þar á og ferðaþjónustan er komin á ótrúlegan stað og þessi þróun hefur verið mjög hröð. Og það sem að líka kemur fram ágætt í skýrslunni það að þessi vissulega ennþá mest af umferðin hér í ferðaþjónustunni á sumrin, en akstrirnar hafa hækkað líka mjög mikið, alveg frá apríl og út í október. Þannig að við höfum náð betri dreifingu, en auðvitað það æskilegt verkefni að ná ennþá meiri árangur í því og það snýr að ferðaþjónustunni að koma erlenda fram í landið, en það snýr líka að Keflavíkurflugvöll. Eins og Elín benti hér á, að það eru ákveðnir toppar líka inn á flugvellinum. Það ekki bara toppar hérna á ferðamannum, en þetta er líka inn á flugvellinum sem æskilegt væri að ná að breyta út til að ná betri nýtingu og fjárfestingu. En þessi mynd áhugaverður að ferðaþjónustan er komin á þennan stað og við sjáum að því sem Elín fór hérna yfir áðan að við búumst við meiri vexti í ferðaþjónustunni þannig að það verði meiri gjaldeyristekjur skapaðar að hálfu ferðaþjónustunni. Aðrir gera þarna eins og sjávarafurðir, það er kannski ekki búist við miklu vexti þar meira, við vitum sirka hver kvótinn sem að má veiða og það eru takmarkanir á því hvað er hægt að gera. Og auðvitað reynir sjávarútvegurinn að bæta auka við einhverja virðisaukaningu í sínum geira, en þetta er vísað mjög fasti og þá er þetta það sama viðnaður, það er einhver föst framleiðsla ámi og svo framvegis. En í ferðaþjónustunni er auðvitað þannig að það eru áfram tækifæri til þess að auka þetta verulega. Og það er kannski ágætt að bara minna á það að þessi þróun sem hefur orðið eftir hrun er alveg rosalega hröð. Frá bara 2011 til 2015 þessi aukning í gjaldeyristekjum. Og þetta er auðvitað alveg ótrúlega aukning. Þannig að við erum á þessum stað núna. En svo gerum við ráð fyrir því að það verði eitthvað framhald á þessu. En vegna þess að hversu hröð þróun hefur verið, að jafnvel þó myndi eitthvað hægjast á henni, sem að gera auðvitað í þeirri framtíð, að þá erum við komin á býsna ákjósalega stað nú þegar. Og það má nú segja að það er oft mikil umræða ferðaþjónustuna og miklar áhyggjur eðlilega hinum og þessum þáttum. En það hefur gengið ótrúlega vel að komast á þennan stað. Þetta er svo hraður vöxt. Þannig að aðilar sem hafa verið starfa í greininni, að þeir hafa gert vel, en auðvitað eru núna áreiðandi spurningar það hversu langt getum við farið í þess átt áfram og hvernig ætlum við að gera það. Það eru auðvitað spurningir sem kannski við förum með út á fundum. Hvað förum við að gera til þess að við náum utan þetta verkefni okkar að halda þessu áfram? Nú eitt af því sem við skoðum að það var sett fram ákveðin spá í vegvísum á sínum tíma sem að sneri að því að gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu yrði kannski ca. 1000 milljarðar á 2030
og á þeim tíma þegar vegvísirinn kom út að þá fannst mörgum þessi tala brögg. Að þetta væri býsna há tala og hvað væri að baka hann. Og eftir að við höfum farið í gegnum þær spár og þær tölur sem að Ísafjörður hefur tekið saman komu farþega til landsins, að þá sjáum við að það ágætt samræmi milli þeirra talna sem að koma fram í vegvísinum fyrir 2030 og svo þeirra spá sem að Ísafjörður kemur út frá. Þannig að þarna erum við komið með ágætt samræmi milli tveggja aðila, annars vegar vegvísisins og þess sem að kom fram þar og svo það sem við sjáum út úr farþega spánum. En það auðvitað mörg atriði sem að við þurfum að huga að til þess að þessi veruleiki verði. Og eins og ég nefndi áðan, að þá þessi þróun sem hefur orðið nú þegar, og hún býsna brött, en ef að það á að vera áframhald á, að þá verður þetta ýmislegt sem við þurfum að huga að og margar stórar spurningar sem við þurfum að svara. Eitt af því sem að við skoðum sérstaklega vel í þessar skýrslu eru auðvitað beinu störf. Það er að segja, hvað kallar þetta á þegar við horfum á störf og þá erum við bara að horfa á Keflavík. Við notum við ákveðið viðmið sem er gefið af Alþjóðasamtökum Evrópskra flugvalla skilgreiningu á beinum störfum sem við notum í skýrslunni og þetta er svona frekar þröng skilgreining. Við erum ekki að tala störf því ágæta fólki sem vinnur í Bláa lóninu eða störfum út í ferðaþjónustunni. Við erum að tala störf á Keflavík, tengt flugrekstri. Og við nýttum okkur ágæta skýrslu sem að koma út frá þessum samtökum sem er frá 2015 en vísar í tölur frá 2013. En við í raun og veru uppfærðum þessar tölur út frá forsendum sem að koma í þessar skýrslu vegna þess eins og við sáum á að þá eru breytingarnar svo hraðar að síðan 2013 hefur svo margt gerst. Og svo reynum við að horfa aðeins inn í framtíð. En það er alveg ljóst að sé skoðað hver staða Íslands er. Við sáum að Asíu getur bein störf þarna 3.500 á þessu árið 2013-2014 og að fjöldi beinna starfa per 1000 íbúa sé 10,8 og áhrif beinna starfa á hagvöxt séu 1,5%. Og við tókum bara köfnrætt á skýrslunni og tókum yfir sönnur stór ferðamannalönd í Evrópu og svo Norðurlöndin þarna til saman. En ef við skoðum þetta svo í samhengi við önnur Evrópulönd sem eru með flest bein störf á hvern íbúa, að þá sjáum við að Ísland er þarna í öðru sæti og síðan þá hefur orðið talsvert breyting. Og áhrif beinna starfa á hagvöxt að það er 1,5%. Þannig að það er alveg ljóst að við erum mikið flugþjóð og þessi þróun sem hefur orðið á síðustu árum hefur komið okkur á þann stað. Nú það er líka þannig að þegar þessi viðmið sem Asíu notar þá tala það að þetta á flugvelli sem er með 10 milljón farþegar að þá sé skapað 0,95 bein störf á flugvelli hvert 1000 farþega og Keflavíkurflugvöllur er á þessum stað núna en svo fer hann yfir 10 milljónir farþega á einhverjum tímapunkti og þá fækkar aðeins. Það er að segja að þá skapast 0,85 bein störf á flugvöllum. Það sem okkur kom aðeins óvart var það að skiptifarþegarnir og þetta fannst okkur áhugaverð í dag að þeir skapaði jafnaði bara 3% færri störf en hefðbundin farþegar. En ef maður fer að hugsa það, þá er það kannski skiljanlegt. Þó að þeir fara ekki inn í landið, þá þarf að sinna þeim á flugvöllunum jafn mikið. Þannig að það er kannski ekki mikið minna sem þarf þar. Þannig að þegar við horfum á farþegarna, þá horfum við býsna jafnt að það út frá sjónarmiðum flugvöllurins, hvort sem að þeir fara inn í landið ekki. Og þetta er gríðarlega mikilvægt atriði þegar við erum að skoða
þennan starfum. Og svo skoðum við líka þarna með Isavia, skoðum við líka til því bara gerðum könnun og fengum upplýsingar bara starfaskiptinguna þarna fyrir Keflavík þetta sumar 2016 og þess að vorum ekkert að stiða þessi ACI-skýrsluna þarna, þetta bara skoðum við það og þá sáum við, eins og Elín benti hérna áðan, þetta eru gríðarlega mörg störf, þetta eru fjölbreytt störf, þau eru á mismunandi svíðum, mismunandi störf og það eru sumir á lágu tekjubörnum, aðrir eru á háu tekjubörnum, þetta eru alls konar störf. Og alveg eins og Elín réttilega nefndi það hérna áðan, það er ekki þetta aðhægt þetta að þetta er svona láglauna störf. Þetta er þvert á móti, eru þetta fjölbreytt störf. Og þetta, af þessari könnun sáum við það að það var algjörlega raunhæft að nota þessi viðmið frá ACI til þess að reyna að spá framtíðina. Það rímaði því ágætlega þessi könnun við það sem að kemur fram í ACI-skýrslunni. Og þá er þetta framtíð. Og þið afsakið það, ég nú glemt að minnka þarna fontinn betur, ég hef betur gett það. En þið sjáu þessar tölur, þið sjáu súluna. Að þetta er auðvitað ótrúleg þróun sem við erum að horfa á þegar við tengjum farþegaspána við beinustörfin, þetta er bara beinstörf, tengjum Keflavíkurflugvelli, að við erum að horfa á alveg gríðarlega mikla fjölgun. Þetta er mannaflafrekt að taka á móti svona farþegum og hvort sem að þeir koma inn í landið og Keflavíkurflugvöllur út frá okkar upplýsingum verður stærsti vinnustað landsins árið 2018 ef að farþegaspáin rætist. Og þó að flugvöllurinn sé staðsettur á þessum stað og þá gleymum því ekki að þó við tölum beinstörf og Keflavík að þá er ekkert allir sem að búa þarna á þessu svæði kannski en koma víða að við það að sækja vinnu sína á Keflavíkurflugvöll. Þannig að þetta er mjög áhugaverð mynd og vekur upp margar spurningar. Við þekkjum það að þegar að atvinnuleysi var hátt á Reykjanesi eftir hrun, þá hafði menn miklar áhyggjur af þróun mála þar út frá atvinnu. Atvinnuleysi hefur minnkað hratt. Það er mikið þessari flugsækinni starfsemi að þakka vegna þess að mörg af þeim verkefnum sem að menn alltaf fara með í gang á Reykjanesi um tíma höfðust, en flugsæknarstarfsemin kom inn að krafti, þannig að það náðist ekki niður. En núna er staðan auðvitað sú að það er nánast hverfandi atvinnuleysi og þá erum við að fara að fá þetta inn. Og þetta er svona aðeins þá á niðurgrótt á árin, svona út frá fjöldanum og svo með leika sér með einhver svona meðaltölu á árin. En þetta er auðvitað gríðarlegt magn á hverju ári sem kemur inn. Svona, vorum nú að leika okkur orðum og það var að tala hérna stóriðu. En oft tala svona stóriðu, að einn stóriðu vinnustæði skapi kannski 300 störf, 300, 400, 500 störf. En þetta er svona setjast inn á hverju ári miðað við farþegaspá. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega mikill fjöldi og þegar við höfum það í huga að við erum ekki að tala störfin sem að þarf til að byggja eða stækka flugvöllinn eða þvílíkt, það er fyrir utan þetta. Það er svo við. Og svo þetta öll hinn störfin í ferðaþjónustunni. Og jafnvel þó að við keyrum sviðsmyndir, þar sem að við förum varfærið í málum og segjum þetta kannski fyrir 20% niður. Þá eru enga síður að sjá að þróunin verður mjög svipuð. Það munar kannski 50-70 störfum eitthvað, en það er sama mynd. Við erum að leggja staða þeim punkti sem ég talaði áðan, 2016, þar sem að er búin að vera með þróun, atvinnuleysi er komið niður og við erum að fara að halda áfram hér. Svo ef við skoðum svo hans bara, förum svo aftur yfir í ferðaþjónustuna, að þá sjáum við að auðvitað líka að það hefur líka orðið vöxtur í
orðið mikið fjölgun starfa þar. Við skoðum ekkert sérstaklega hvaða áhrif yrðu inn í framtíðina á þau, hvaða tölur við varum að sjá þar, en það væri verður verkefni til að skoða í framtíðinni. Við erum bara búin að skoða þessi beinu störf, en það væri ágætt að skoða hvernig hinn myndir lítur út. Þess að við þurfum að átta okkur eitthvað á þessu umfang. Þess að ef við gerum það ekki, þá mun okkur ekki takast að ná þessu rétt. Og aftur að við sjáum bara að þessar breytingar alveg gríðarlegar, 7,6% að heita staðarhluta upp í 11,8 á aðeins 5 árum. Nú, þetta líka svo myndið bara fyrir þessi fjölda veitna heilsjóðstarfa. Ég var með sumartöluna áðan þarna í könnunni, þess vegna þessi kala læri. Þetta eru heilsjóðsstörfin 2016 samkvæmt spánni. Og aftur sjáum við, það er bara sama þróun, við erum búin að taka mikið stökk og við erum að fara að halda áfram að því virðist. Þessar tölur í raun og bara tala fyrir sínu. Ég ætla ekki að predika hvernig á að mæta þessu öllu, en við þurfum að varpa fram auðvitað mörgum spurningum. Það væri hægt að telja upp alls kyns áskoranir sem eru framundan vegna þessara þróunar sem er í stað. Þetta er á sjálfsögðu jákvæð þróun, en við verðum að vanda okkur við hvernig við tökum á þessu. Það er hægt að nefna ýmislegt. Það er hægt að nefna þetta með umhverfi og náttúru. Þetta er þetta atriði sem við þurfum að horfa til. Við þurfum að tímasetja framkvæmdir rétt. Það er ljóst að það þarf að ráðast í miklar innviða framkvæmdir, en við verðum að passa að við förum ekki allar framkvæmdir í einu. Það gengur ekki og það þarf að koma skipulega upplýsingar þannig að við gerum það rétt, að við förum í rétta framkvæmdir á réttum tíma. Það er ljóst að til þess framkvæmdir í Keflavík eru gríðarlega miklar. Við getum ekki farið yfir og vegaframkvæmdir líka ef það er mikið þess í hagkerfinu. Þetta kallar á mikla mannaflaþörf og bara almennt skipulag. Þessum áskorunum þarf að mæta með langtímastefnumótun. Það sem kannski kom okkur svolítið óvart við vinnslu á þessari skýrslu er að það vantar meiri upplýsingar til þess að það sé hægt að vinna þessa langtímastefnumótun með betri hætti. Það þarf verulega að fara í uppfærslu á upplýsingum til þess að við getum tekið réttar ákvarðanir það að gera þetta vel. Það er til dæmis miklu þægilegra að skoða efni í sjávarútvegi, vegna þess að það er mikið efni tekið það saman, en ef við skoðum svo ferðarþjónustu. En það er ýmislegt sem er að gera. Skýrslan er innlegg í þetta, nýleg sviðsmyndagreining sem var unnið að samstarfi stjórnstöð ferðamála. Það er líka mikilvægt framleiðing í þetta. En það þarf að vinna frekar upplýsingar og bæta upplýsingaflæði milli aðila. Og það er líka eitt af því sem er mikilvægt, það er auðvitað innviðafjárfestingar. Og það er eðlilegt, það þarf að ráðast í miklar innviðafjárfestingar og uppbyggingin í Keflavík er auðvitað innviðafjárfestingar. En við verðum að hugsa líka þetta innviðahugtak. Innviðir eru ekki bara brýr og vegir eða fjárfesting í uppbyggingum ferðamannastaða. Það er ljóst að það er mikið vinnuafl sem þarf til að mæta þessum áskorunum sem framöndan er í ferðaþjónustu og flugsækninstarfsemi. Og hluti af þeirri innviðafjárfestingu snýst auðvitað að hvernig ætlum við að bjóða vinnuafli sem vill koma hingað til lands, taka þátt í þeirri uppbyggingu sem er framöndan og vinna með okkur því að gera ferðaþjónustuna flotta. Hvernig ætlum við að fara í það? Það er innviðamál líka. Þannig að fjárfesting í mannauði og hvernig við tökumst á við þessa þróun, það er eitt af stóra áskorunum sem við þurfum að takast á við og við þurfum að ræðast á áskorunum. Það er bara vel hægt að gera það sæmilega, en þetta er hins vegar mikil áskorun. Nú það opnaði gluggi fyrir Ísland eftir hrun til þess að landið er öflugt flugþjónustu og okkur tókst að nýta okkur. Við sjáum það í þessu alþjóðlegu skýrslum og við erum á þessu stað. Jafnvel þó að hægist á þróunni að þá staða okkar orðin alveg breytt. Við erum á þessum stað. Tíminn vinnur ekki með okkur. Við erum komin á það stað 2016 að þessi þróun var mjög hröð og hún er umfangsmikil og
til framtíðar þá mun tíminn ekki vinna með okkur vegna þess að við þurfum að ráðast í svona. Það eru tækifæri í flugsækinni starfsemi. Það er þá mikilvægt að hafa í huga að þetta er ekki allt ávísun og vöxt í ferðaþjónustu, eins og ég er búin að nefna hérna nokkuð sem að þá er þessi vöxtur í skiptifarþegum. Þetta er ekki farþegar sem er landið, þeir eru ekki að fara farin á ferðamannastæði og hafa þannig áhrif að allt þetta magn kannski hafa ekki neikvæð áhrif á þá staði. En auðvitað er vöxturinn í ferðaþjónustunni áfram mikill, en hann er meiri í þessum skiptifarþega hluti. Og nýting mannvirkja og fjárfestingar er betri vegna skiptifarþega. Takk fyrir. Ég vil þakka fyrir Þórólfur Árnasyni. Ég er forstjóri Samgöngustofu sem er eftirlitsstaðið meðal annars með samgöngum og sem fyrir stjórnarformaður Ísafjarðar þá þykir mér mjög gaman líka að sjá þetta og þakka kærlega fyrir mjög öfluga kynningu og góða. Og þetta er okkur öllum hugvekja og ég er svona meira hitt upp fyrir salinn. Ég veit að salurinn lítur að koma með krefjandi spurningar þær áskoranir sem við blasa. En mér finnst stundum vanta að við setjum þetta einmitt í samhengi við hver stór flugþjóð Ísland er. Við erum nýkomin af allsherjarþingi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Þar var ég að ræða við Argentínumenn, þeir eru 40 milljón manns. Allt millilandaflug þeirra er 12 milljónir farþega. Tvöfalt meira en okkar. 40 milljónar þjóð. Þannig að það tekið eftir því sem Ísland segir á alþjóðaflugheiminum og frumkvöðlarnir sem sköpuðu hér þessa atvinnugrein þeir eiga miklar þakkir skyldar. En ég vil aðeins vekja athygli á því að allt þetta byggist á alþjóðlegum flugréttindum flugrekstraraðilanna sem fá að fljúga og koma inn á erlendar flughafnir og erlendu aðilar sem koma hingað, þeir eru til eftirliti líka og allt getur þetta fallið eins og spilaborg ef ekki er séð fyrir því að þessi aðrar haldi sínum réttindum. Til dæmis það að áform Icelandair og WOW haldi að hafa höfn eða aðal skiptistöð sína á Íslandi. Það byggist á því að það sé innritun og útritun farþega. Og nýlega var fjárveitingavaldið loksins að sjá til þess að smella 100 milljónum til þess að landamæraeftirlit stöðvaðist ekki í Keflavík. Þannig að það eru svona fjárhæðir sem að fjárveitingavaldið fylgir ekki með þessari þróun. Þannig að ég vil bara fyrst og fremst hafa varnaðarorð þetta uppi þannig að stjórnvöld átti sig á því að það getur fallið þessu spilaborg ef þessir dugmiklu rekstraraðilar í flugi og alþjóðleg réttindi fyrir að haldast ekki. Og þetta er allt undir eftirliti erlendra öryggisstofnana sem geta lokað þessu. Ef ekki fjárveitingavaldið sér til þess að eftirlitsaðilarnir hafi mannafla og virt til þess að svartast því. En kærar þakkir og ég vissum að salurinn er áhugasamur frekar uppbyggingu. Takk. Takk fyrir góða. Góðan daginn og takk fyrir góða framstöðu. Ég er Guðlaugur Helgi Sverrisson, er sviðsstjóri á Reykjanesbæ og Gunnar kom aðeins inn á innviði sveitarfélaga, eða sem umhverfis líka. Það er ekki bara flugstöð sem stækka, Reykjanesbær að stækka og sveitarfélagið Rík. Og ég var staddur í augskanna fyrir springtíma í gærmorgun. Myndi mér svolítið á að þá stóðu tvær dömur með mér og önnur sagði, ertu ekki þunn? Og ég bara, við ekki þunn og svona. Þá er þetta að vakta fólk og fólk er að vinna og skemmta sér á öllum dögum líkunar. Saman við viðhorfum til dæmis leikskóla, samgöngur. Það þarf að huga öllu þessu í framtíðinni upp á bara hvort að verði
sameiginlegur, sko, ef að opna leikskóla fyrr, þá lengur óna. Þetta er allt sem þurfa að huga í framtíðinni. Þannig að það er ákvæmt til Ísraeli að taka þátt í samfélaginu með þá, eins og þið gerir. Takk fyrir. Það er bara það sem við erum svolítið að kalla þessu samtali, að við þurfum að gera þetta saman. Við þurfum að tala saman og vinna þetta saman og taka þetta ákvarðanir saman. Eitthvað fleiri spurningar? Nú ef ekki, við verðum hérna eftir til að spella við okkur, við ykkur eða það er eitthvað vonleika. En ég er bara þannig kærlega fyrir komuna og ég vona að við munum eiga samtala áfram. En eins og við höfum sagt og sýnt fram á, tækifærin eru að það. Nú bara spurningum nýtt að þau og í hvaða formi við gerum. Takk fyrir. Ah.